segðu bara satt. Ég ætla ekki að svara þessar pólitískum ástæðum. Borða ógeðslega mikið nammi og ég geggja töff. Þetta er reykja. Já, tölum að þessum Palestínum vera. Já, nei. Nei, ég hætti að reykja. Sem betur fer. Já. Ég hætti að reykja ári eftir ég hætti að reykja. Það, sko, eitthvað mesta frelsi sem ég hef gert hætti að reykja. Ég elska sígarettur. Bara, ég hef fallið tvisvar með sígarettunar. Nú hef ég ekki reykt sígarettur frá því í júlí 2017. Þar, ég gerði sér tilraun, ég hef búin að hættur í nokkur að reykja. Svo gerði ég tilraun. Að því kærasta minni þá fyrirhandi reykti og tengdu og allir reykja. Ég sagði, geti kannski gert svona sósíalsmókur. Svona bara svona, ég hátir í tilumni. Já. Og ég svona, lánaði með það sígarettur. Bara svona spari. Og ég reykti hana, maður, ok, ekki næs. Og svo bara í manni, ég fór bara í sjoppuna í Ártúnsbrekkunni og leiðinu niður Ártúnsbrekkuna. Keypti einn Marlboro þar. Reykti og sem bara reykti ég pakka Marlboro í 2 ár. Eftir þessa einu sósíal sígarettu. Jú. Og þetta hefur þá verið, ég reykti þá alveg til júlí 2017 og þá bara segja að ég fann ekki 2 bara leiðin í vinnuna. Samstundis? Já. Sama tíma? Nei, bara kveikir í og leiðin út í bíl. Ég var að vinna ég var að vinna líka við að döpa teiknumyndir. Og við horfum að Bubba Biggi, þá er ég blái kranabílinn. Oh my god. Loftur. Já. Og þá reykti ég 2 í Japanum, 2 Marlboro. Svo var alltaf að fara út að reykja. Og svo versta við að vera að reykja, sem ég ekki elska sígarettur, það er að vera að ferðast. Það er alltaf að koma þér í aðstæður sem þú mátt ekki reykja á. Þú má ekki reykja á flugvöllum. Alltaf einhverju millilendingum. Maður má ekki reykja á neinum flugvöllum og öllum Bretlandsheim. Og líkúið farin að biðja mér, getum við farið gegnum Þýskaland? Já. Og ég geti reykt. Og svo líka alltaf, maður verið að spila tónleikum, einhverja venju og einhverju rísa þíatur svona, endast á göngum og hurðum og stegum og bara gera það kláraðan fyrir giggið og svo bara, ég verði að fá mér að reykja fyrir gigg, ok? Ferðu upp stigan til vinstri, 3. dör til vinstri, þinnir kjallara og aftur upp til hægri. Og týnist, og ferðu út um einhver hurð, það er 500 manns í röð, í rigningu, að býðast að komast á giggið. Ég er bara eitthvað í rigningunni, læstur úti, ekki með símana þegar ég er í live-galanum og ekki með passan á mér að því live-galanum. Þá kem ég, þetta er klassist fyrir allir sem er hljónstum, sem er túra. Fer ég í gestluna alveg, I'm in the band. Sure, mate. Get in the line.